Já, hæ tvíburar. Það að gera það spá fyrir ykkur. Hvað að koma svona restin af árinu eða hvað kemur í spilunum hjá ykkur. Það byrja það. Það fá svona yfir allt svona energy hérna hjá okkur. Með þessum hérna Oracle spilum. Fá eitt hérna. Restin ára fyrir tvíburan. Já, sjá. Sjá. Þið fáið hérna Agbaye Bliss. Það er hérna spil hérna. Ég nú bara að segja að svona já, svona það sem að svona restin af árinu þá er þið bara svolítið þannig að gone with the wind þeir eru svona bara að fara með straumnum bara einhvern veginn þegar ég sé hérna það er allt hérna og öll dýrin hérna líka skilur þeir eru óslega bara kannski tengd sjálfum eitthvað bara að verði það svolítið mikið núna hérna út árið en það er svona eins og svona smá vangaveltur svona það er eins og þeir að taka ykkur svona ákvarðanir og svolítið þannig sko og þeir svona treysti bara að þeir sé að gera rétti ákvarðanir og ég veit ekki alveg ég byrta bara síðinu líka bara meira hvað stendur þetta sko en þið eru bara í svona einhverju blissi kannski nýjast að eitthvað nýtt að koma inn getur verið eitthvað svolítið sko eitthvað svona breytingar ég sé líka það er kannski svona já sé eins og þetta sé 8 kannski ágúst sé eitthvað svona eitthvað merkilegt ég veit ekki en já, skulum bara sjá hvað verður það er að koma já, tvíburunum út árið decision þið fáið lovers það er bara þið þetta er tvíburun eru lovers og það er svolítið svona kannski þurfa að velja eitthvað á milli getur verið eitthvað svolítið sko heartbreak já geti verið að þið sé svona að losa okkur úr svona einhverju heartbreak líka í einhverjum sko já hvað meira fyrir tvíburan Power með High Priestess já þeir eru rosalega í eitthvað power sko þeir eru svolítið ég sá líka einn annan sko það er rosalega svona rosalega mikið empath líka og svona mikið í tilfinningum en það er verið svona meira jafnvægi núna hjá okkur þeir eru svona svolítið í eitthvað power hérna tvíburar ég taka þetta konflikt já það er svona einhverja svona ákvarðantaka sem að þeir þurft að taka og við svona sett ykkur aðeins svona út úr skorðum en það er bara eins og það er eitthvað eftir að verða eitthvað mikið betra það er svona kemur ykkur svolítið að stað
var líka hérna þessu. Já, þetta var konflikt. Þetta tvíburan. Það er ekki að vita hvað er á restina af árinu. Meditate and contemplate. New Moon Pisces. Hvernig er Pisces? Í mars. Já, mars, apríl. Nei, mars. Það er kannski Pisces núna, fiskatur. Já, núna svona með framvindar þá er þið svona eins og, úst, þið veit ekki hvað verðið, þið farið svona með the flow og eru svolítið svona dreamy, svona með framhaldi sko. Svona, og eru svolítið bara í ykkar, úst, þið segir, þið treysta á ykkar innsæði svolítið. Og það er svona eitthvað sem er að koma svona, já, conclusion within full moon eclipse. Það er bara núna sem að, það er eins og sé að fara að byrta til eða svona, góða breytingar og það er eitthvað hérna sem að þið eru kannski svolítið svona, og svona, það er eitthvað svona í kringum ykkur núna sem þið eru, svona, viljið svona losa ykkur eitthvað sem þið eru að losa Þið vona líka einhverjum, það getur verið að segja býja eftir að einhver hringi ykkur með eitthvað svona samskipti og það verður eitthvað sem hefur áhuga, það er eitthvað sem er með áhuga, interesting conversing more, awaiting message arrives, text call, email, hoovering. Það er eitthvað svona yfir ykkur sko, eða þá þið getur verið líka. Og mér fannst líka svolítið mikið að þið séu svolítið, þið eru að passa ykkur svolítið að vera ekki að dæma og fyrirfram og hlusta kannski hvað annar fólk hefur að segja. Við skulum sjá meira, já, hérna. Það er þetta. Þetta hérna spil minnir mig svolítið eitthvað svona sníkilingt eitthvað. Kannski eru þið eitthvað svona, eða þá eitthvað í kringum eitthvað sem hafi verið fyrir svona sem treystið ekki. Það geti verið eitthvað fyrir sko. 826 Knave of Pentacles. Það er að koma á næstunni hjá King of Wands, Knight of Wands. Og einhvern viðbót. Getur verið, það er hérna eins og segir, kannski eitthvað, getur verið eitthvað sem vilja koma inn, gefa þér eitthvað, það er hérna Knight of Pentacles, eitthvað sem kannski þið hafa verið að bíða eftir eða eitthvað, getur verið, svo er hérna King of Wands, Knight of Wands. Það er kannski eitthvað með það að þið treystið ekki alveg það sem að vera að bjóða þér eða eitthvað sem samt við ákvörðunartöku. En það er svona eins og núna er þið bara svolítið, svona, veitir hvað þið viljið og eitthvað fleiri sko. Það er nauti hérna. Getur verið eitthvað hérna í nautismerkjunu líka. Það er hérna Hrútalúna bógamæður, nautmiða steingeit og ljónið.
eitthvað saman við heimilið. Kannski að gera eitthvað breytingar, getur verið flutningar eða þá að þeir gera rosalega eitthvað svona, það eitthvað svona nýtt kringum heimilið. Með 44 og já, kannski eitthvað 44 ára líka hérna. Það fá líka hérna stjörnumörkunum. Síðan að Skorpjó, Meyja og Nauti. Krabbi, Skorpjó, Vætti og Vaspri. Númer 7. Það er Vogin líka. Gæti verið eitthvað tengt júlí líka. Kannski eitthvað breytinga þá eða eitthvað. En það eru stór breytingar núna sem hefur komið núna, eitthvað svona, kannski eitthvað nýtt tækifæri eða eitthvað fyrir sko. Eitthvað sem að kemur ykkur til góða sko. Sem er bara núna sko. Og það er svona, setur eitthvað svona rétt að stað áfram. Þú veist, svona, kemur eitthvað drífandi. Það er eitthvað svona breytingar sem hafa komið sem að kannski eru þið svolítið í svona transformation kannski líka sko. Gæti verið. Dagur þetta er 12. eða 13. Já, þið hafi kannski verið svolítið svona, verið að vinna svolítið á sjálfstraustinu eitthvað. Þið hafi svolítið sett eitthvað svona backburner og eitthvað sko. Það er eitthvað svona sem þið eru eftir að svona losa bara núna næstunni líka. En það er þó að við alltaf að tala týpur sé svona opinn og bla bla sé svona hinsinn, en það verður bara ekkert eins og að tala sko. Universe, já það er eitthvað komið inn sem að þið hefur beðið eftir. We're all just stardust. Þetta er örugglega Saturnin. Já, það er eitthvað sem að ykkur er leitt áfram og það er eitthvað svona, það er eitthvað svona nýtt sem er að koma inn. Ykkur er ætlað bara, þetta segir það. Hvað það er, ég ekki. Ég ætla að fá líka hérna á þessu. Hvað er að koma á næstunni? Það er eitthvað svona breytingar varðandi heimili og gæti verið að sé eitthvað líka í kringum okkur eitthvað já, nýtt samband kannski eða sem er að koma inn. Það gæti verið eitthvað svona staðfesting á einhverju til þess að tryggja eitthvað líka. Sjá hvað kemur meira, hvað meira fyrir tvíburan á næstunni. Já, þess að ég segi, það er svona, þið eru svona í svona transformation. Það er svona, þið eru að losa eitthvað, kannski heartbreak, sem hefur áður verið eitthvað svona gamalt. Já, það vilja vera einn aftur. Úps. Já, þeir eru að horfa fram á við, þeir eru að losa þetta sem var áður eitthvað svona. Það er eitthvað hérna í stertina
sportar ekki hérna kringum hjá okkur. Það er það er greinilega eitthvað sem vill koma aftur sem að þið hafi verið í tengslu við. Getur verið eitthvað sem að kannski fjölskyldu eða þá er svona eitthvað að koma tilbaka líka sem að, já, mér finnst eins og það sé svona eitthvað sem að vill koma inn aftur. Eftir að sett kannski eitthvað svona endir á eða eitthvað. Getur verið eitthvað leið sko. Henn er Chariot. Það er krabbið hérna. Ten of Swords. Eight of Pentacles. Það er eins og að þið þurfa að fara svona eitthvað nýja stað og þurfa að skilja eitthvað eftir og þetta er svona eitthvað sem að eitthvað samt yfir kannski vinnu eða eitthvað sko. Það er að koma svona eitthvað tími er að koma núna skilur og það er hérna ten of Pentacles sko. Þetta er allt sem að eftir að lofa góðu. Það er eins og samt þegar svona eitthvað finnst eins og þetta sé eitthvað erfitt að breyta til eða gera eitthvað breytingar en þetta er bara eitthvað sem að þið þurfa að gera sem er eftir að koma svo gott inn og núna það getur verið eitthvað samt við 10. eða þá október hjá einhverjum og svo getur náttúrulega verið líka núna sem er í þessu stórbreytingum sem að þið haldið að þurfa að þetta sé eitthvað mál en þetta er bara svo góða breytingar. Getur verið að þurfa að vera að skrifa undir eitthvað eða eitthvað slið sko. Three of Pentacles sko. Og Emperor hérna líka. Það er Aries. Það er eitthvað svona nálægt eitthvað sem kannski þið að ofhugsa svolítið mikið þannig þegar tvíburar eru svolítið þannig að ofhugsa hvort þið að taka þessa breytingum eða hvort þið að gera þetta en þetta er eitthvað sem að verður garantí. Þetta gæti líka verið hvað þið að gera sambandi við ástamálin líka en þetta er eitthvað sem er garantí. Ég sé hérna það er svona fast samband. Þetta er eitthvað sem er svona garantí. Þegar King of Pentacles og Queen of Pentacles eru saman. Það er eitthvað sem er bara garantí. Gæti verið annar aðeins sem hafa verið svolítið fræti og svona í haustum á sig líka sko. King og Queen of Pentacles er líka eitthvað sem er svona mature, svona hvar þið eru og góðu stað eða hvað. En það er eins og sé hérna gæti verið einhver eldri maður eða eitthvað svona sem er svona vill gefa þér eitthvað. Eða gæti verið líka kona líka sem vill gefa þér eitthvað af öfugt. Gæti verið að þú fáir einhverja gjöf líka frá okkur til þess að starta eitthvað hvað er klukkan? 19, já. Til þess að komast yfir eitthvað. Gæti verið peningagjöf sem þið fáið. Eða ég vona að einhverjum einhver gjöf eða peningum eða þetta getur verið atvinnutækifæri líka sko. Já, þetta er eitthvað svona mér finnst eins og þetta sé eitthvað svona eitthvað sem einhver er ætlað. Það er hérna Wish Upon a Star, Fate, Karmahjólið, On Your Side.
eitthvað kemur svona rossin inn. Já. Það eitthvað voða úpidúper á leiðinni til ykkar og það eitthvað sem svona spondius, svona kemur inn og út og eitthvað svona ávast. Nú veit ég ekkert hvað að segja. Kemur inn og út. En það svona, getur verið í september, svona með haustið, alveg fram í desember svona, verður svona svolítið mikið action og eitthvað mikið með vera. Það getur verið að segja kannski bara, við verðum svolítið mikið að rækta sjálfun eitthvað svolítið í þessu tímabili. Gæti verið líka breyting á bíl, skiptum bíl, eða getur verið kannski húsbíl eða eitthvað svona fellís eða eitthvað svona eitthvað að kaupa inn kannski líka í sumar kannski. Eða bara það getur verið líka nýtt húsnæði líka sko. Það eitthvað svona að kaupa sko. Já. Verður of mikið svona bara hjá okkur tvíburar og þeir að vera ákvæðagur, þeir eru rosalega mikið. Það allt sem við setjum fyrir, það eiginlega bara svolítið að ganga upp sko, það bara þannig. Það bara eiginlega, þeir þurfa svolítið að vera að taka svona, verður svolítið þetta ár verður svolítið mikið að taka ákvarðanir, svona hvað að gera, og það ekkert svona eitthvað, þið viljið náttúrulega líka vera þarna, það komið að vera. En já, ég ætla að fá englanúmer fyrir ykkur. Þið fáið 3, 4, 6. Það ykkar englanúmer. Fáið hérna líka þessu. Soul Connection, Partnership Agreement, Soul Contract, Soulmates. Þetta yfir hjá ykkur þetta árið. Það búin að þetta hjá. Og þá ég þetta hérna eftir. Gæti verið líka að séu svolítið mikið að spá, það gæti verið fólk séu mikið að spá svona, eða þá þið eru mikið að spá í svona fólki kringum okkur. Það eitthvað svona líka að horfa tilbaka og losa eitthvað, ég veit ekki hvað þetta fullt af myndum. Gæti verið eitthvað að taka líka myndir eða eitthvað. Númer 37. Getur verið að stilla upp myndum kannski. En það svona, það eins og að þessi bæði kannski að gera eitthvað slið sko. Það eitthvað svona verið að dekorata og setja upp eitthvað. Þið eru kannski svolítið mikið að setja kannski breyta eitthvað mikið með sjálfan ykkur líka.
8 20 eitthvað samdi við kannski 20. ágúst eitthvað samdi það gæti verið ferðalag eða eitthvað svona sem við hafa ekki séð fyrir væri að fara en þið að fara í eitthvað fyrir sko en það er rosalega mikið samskipti og svona alls konar bara í gangi hjá okkur eitthvað samdi við líka gosbrunn kannski eitthvað spáði því styttur en já King of Wands og Rúturljóna Bóðamaður sem kannski eitthvað kringu hjá okkur eða þá þið í svolítið í svona já minnst eins og eitthvað svona og koma tilbaka eitthvað svona já getur verið vinur eitthvað tengt fjölskyldu líka kannski að utan eða eitthvað já, ég veit ekkert hvað að segja svo, já, það bara yfir árið hjá okkur bara svolítið eitthvað samt við heimili, flutningar og það soulmates, soul connection, partnership agreement, soul contract það eins og samt, sko að þið eru svona eitthvað farið ykkur svona hjalla núna og svo eru þið svona bara góða stafar sem eftir árinu það hefur verið svolítið eitthvað líka kaup eða skrifa undir eitthvað og eitthvað svolítið sko í gangi það láta bara til fyrir ykkur tvíburar held ég sé ekki gleyma neinu þetta svona og Sacred Saga Númer 2 já, það láta þetta bara duga bye